Hvað segir menn eftir svona leik? Hörkuleikur. Bara mjög svekkjandi að ná ekki taka þennan. Sérstaklega þegar við gáum allt í þetta og trúðum að þetta væri alveg að koma og þetta er bara heartbreaking loss, en við erum ekkert að fara að gefast upp. Við erum bara að fara að koma á milljón næsta leik, við ætlum að taka næsta leik og tökum þetta eitt skrið einu. Við höfum séð mörg íslensk lið núna bara undanfarið að taka 2-0, snúa þeir við, þannig að það er ekki séns að við séum að fara að gefa eitthvað eftir á miðvikudaginn. Var eitthvað sem að skóp, eitthvað svona sem Grindingarnir voru að gera öðruvísi heldur en í síðasta leik? Svona sem þið voru að reyna að stoppa en náðu ekki að stoppa? Nei, við kannski reyndum að setja aðeins meiri áherslu á Amerikanum sem fór frekar illa með okkur í fyrsta leik og það tókst fannst mér mestu leyti, en þá kannski opnast meira fyrir aðra leikmenn og eins og til dæmis Rund átti bara stórleik finnst mér og við náðum kannski ekki að halda henni niðri á meðan við tókum hinn út og svo fór sem fór að bara flottan leik. Já. Þetta er ekki búið. Það er nokkri leikir eftir ef þið náðu í sigur í ykkar heimahúsi. Já, við lítum á þetta þannig að við höfum 2 heimaleiki eftir og við ætlum að svara fyrir tap á heimavelli síðast, koma hingað svo aftur á laugardaginn og vinna það og fá aftur einn heimaleik. Það er gott fyrir kassan líka. Það er svona klísi að segja áfram gakk, þú er bara sammála því? Já, algjörlega. Það er enginn að fara heim og gráta náma, sko. Herru, þakka þér fyrir kjærlega. Takk fyrir.